Heil og sæl. Í þessum þætti ætlum við bara að tala ekki bara, við ætlum að tala listir og menningu. Og ég fekk einu sinni svo ótrúlega áhugaverða spurningu, þar sem að ég var bara spurð beint, hvað menning fyrir þér? Og ég ætlaði strax að byrja svarinu fyrir ofan háls, sko, og setti mér rosalega stellingar og ætlaði að fara að tala 9. symfóníu Beethovens og þræða Leonardo da Vinci inn í þetta og allt þetta og allt sem ég vissi og gæti og kynni. Svo ákvað ég bara svona, heyrðu, leyfa kannski leyfa spurninguna aðeins að mjatla neðar og koma við hjartað og svona velta ég þaðan frá hvað menning er. Af því að í raun og veru út frá mínu starfi sem prestur menning ótrúlega mikil sálgæsla. Hún snýst svolítið það í mínu tilviki og í mínu umhverfi. Tónlistin í öllum þessum kirkjulegu athöfnum fyrst og fremst auðvitað sálgæsla, þó hún sé náttúrulega líka list og svo margvíslegt annað sem að tilheyrir menningunni sem að verður til þess að hughreysta fólk, styrkja fólk og gefa því einhvern veginn svona kraft til þess að halda áfram í ótrúlegustu aðstæðum. Þannig að þó menning sé margt, og ég veit það, að þá hún svona fyrsta sem kemur upp í huga pressins að menning sé sálgæsla. En ég ætla nú ekki að vera fabúlera bara eitthvað einum þetta heldur ég búin að fá góða gesti til mín. Hlyn Hallsson, listamann, náttúrulega fyrst og fremst, og svo safnstjóra Listasafnsins á Akureyri, og Skúla Gautason, leikara, tónlistamann og menningar unnanda. Er þetta ekki góða kynning? Já. Ég var búin að semja hann alveg sjálf. Sko, þessi spurning sem að ég fékk einu sinni frá góðum manni, bara svona barað upp. Hildur, hvað menning fyrir þér? Hvernig myndið þið svara henni? Hvað menning fyrir Hlynur, fyrir þér? Já, menning bara lífið sjálft, finnst mér vera. Bara það sem við gerum. Það var einhver mætur maður sem sagði tímann að menning væri að gera hlutina vel. Ég held að það sé dálítið til í því. En annars ég ekki mikið fyrir að vera eitthvað svona skilgrein eða hólfa hlutina. Mér finnst það hægt að segja að því að maður fær auðvitað oft þessa spurningu, þetta nú list? Eða hvað list? Og svo framvegis. Að ég held að bara allt sem við viljum að sé list, það list. Síðan það auðvitað skilgreiningar hjá hverjum og einum, bara fyrir þetta smekk hvers og eins, hvort einhverjum finnst eitthvað gott eða ekki eins gott eða alveg út í hött. Já. Þannig að þínu mati væri aldrei að rökræða það, eins og ég var að segja áðan, bara fyrir ofan háls, bara í höfðinu, rökræða það bara, nú get ég fært rök fyrir því að þetta sé ekki list með þessum ákveðnum þáttum. Þú veist, myndur aldrei samþykkja það? Nei. Það eru margir búinir að reyna það og maður endar alltaf í einhverju öngstræti bara með það. Það ekki hægt að skilgreina það nákvæmlega. Og af því að við erum svo ólík og okkar upplifanir eru svo mismunandi og afstaða okkar svo breytileg að það ekki hægt að negla það niður í einhverjum 7 setningum hvað list eða hvað menning. Okay. Sem betur fer. Já, sem betur fer. Það myndi trengja svolítið mikið sviðið. Já, akkurat. Ég held að sé þetta góða við þetta að þetta svona opið og fjölbreytt og einum finnst þetta og öðrum finnst hitt og það dásamlegt. Síðan getum við talað það og sagt hvað okkur finnst svona gott við eitthvað eða hvað okkur finnst svona skrítið við eitthvað eða eitthvað hljómi undarlega eða svo framvegis, og það mjög skemmtilegt og áhugavert og getur verið gaman ef það gert svona með opnum hug og uppbyggilegan hátt. En það ekki þessum sem hnussar stundum í fólki að því finnst óþægilegt að það sé ekki til ykkur rammi utanum þetta, þannig að það sé hægt að segja við það. Ef það segja að þetta nú ekki list, þetta bara einhver sletta og striga, að þá sé ekki hægt að segja, jú, þetta list vegna þess að þetta svona og þetta ferkantað og eitthvað, að það kannski líka veldur þessu óryggi, að listin gerir svo mikla kröfur til okkar sem einstaklinga. Já, kannski. Ég held samt að þetta snúist miklu meira bara líka upplifun, að bara það að leyfa sér að njóta og upplifa og að geta litið á hlutina frá mismunandi sjónarhorni og svo framvegis. Ég held að það sé svona það sem gefur líka þessari fjölbreytni og listinni og menningunni svona gildi. Þetta hægt að vera ofslega harður og segja bara, nei, þetta ekki list af því að hann ekki lærður listamaður eða eitthvað svona. Já. En þannig eru hlutinir alls ekki. Þetta miklu víðara heldur en það. Já, það dásamlegt. En hvað segir þú, Skúli? Hvernig myndir þú svara þessari stóru spurningu? Vitur maður sagði einu svona
menning væri það sem að gerða okkur að mönnum og mér finnst þetta aldrei gott af því að, hvað felst í því, sko, þá hugsanlega getum við túlkað þannig að það sem að aðgreinir mennina frá öðrum dýrum verkurinnar sé menningin og kannski það sem að skilgreinir eða það sem frábrugðið, það sem að maðurinn frábrugðinn öðrum dýrum að því leyti að hann sífellt að velta því fyrir sér hver er ég, hver hann sé, og mér finnst menning og listir þetta fólknar í því að velta bara hver erum við, hvað erum við að gera hérna og ef við hættum því hvernig er lífið þá finnst mér að við bara fljótum einhvern veginn sofandi að feðurósu, þá er ekki sérlega skemmtilegt að vera til. Þannig að þess vegna er svona stutt á milli sko, þessara tveggja póla lista og heimspeki, er það ekki? Vegna þess að heimspekin er svona leið til þess að finna út úr því, þú veist, hver er tilgangur með þessu öllu og af hverju erum við hérna og af hverju, þú veist, hvað þýðir það að vera manneskja? Já, listin og menningin spyr alltaf spurninga. Já. Og stundum leitast við að koma með svör en ekki endilega alltaf. Sko. Nei. Alveg eins og í heimspekinni, það verða oft til fleiri spurningar heldur en lagtir upp með, sko. Svörin, já. En hvað finnst ykkur svona afstöðu bara íslensku þjóðarinnar svona alveg til sko menningar og lista? Hvernig finnst ykkur svona þjóðarsálin sko taka eða svona líta á menningu og listir? Af því þið eru búin að vera bæði svona, þið eru báðir náttúrulega listamenn og svo eru þið líka, hafið verið að starfa, þú varst náttúrulega hjá Akureyrarstofu og þú á listasafninu, þannig að þið eru líka, þetta er bara líka vinnan ykkar, skiljiði, þannig að hvað er svona ykkar tilfinning gagnvart afstöðu þjóðarinnar? Það er alltaf þessi tilfinning að skera niður sko í þessum málum það sem er ekki svona greinilega sko afrakstur eða svona ekki kannski afrakstur sem mælanlegur í krónum sko. Og það er svo hættulegt sko. Gott að rifja upp söguna af úr seinni heimsstyrjöldinni sko þegar Bretar voru í stríði við Þjóðverja og alveg á haustnum og höfðu ekki, því að það fór allt í stríðsreksturinn og þeir voru að velta þessu hvar átt að skera niður og það var stungið upp á að skera niður til menningarmála og þá sagði Winston Churchill, sá vitri maður, then what are we fighting for? Þetta er það sem skiptir máli, það er sko eins og bara hérna í okkar litla samhengi sko, auðvitað þurfum við að hugsa velferðarmál og það eru snjómokstur og það er allt mögulegt en menningarlífið það bara gerir það að verkum að það er áhugavert að búa hérna. Já. Að ungt fólk kannski það vill vera það sem er eitthvað að gerast. Já. Ekki bara einhverju svefnbæ. Nei. Og ég heldur reyndar sko að afstaða þjóðarinnar til menninga og lista sé mjög jákvæð. Það sér það bara á sko aðsókn á menningaviðburði og framboð af menningaviðburðum. Það er frábært að sjá hvað eru mörg leikfélög og leikhúsin full og tónleikar á hverju kvöldi og alltaf kemur fólk og myndlistarsýningar og opnanir og mikið fjör. Þannig að ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hefur mikinn áhuga á menningu og listum og sko reyndar hefur það komið líka fram í svona könnunum, komið til dæmis svo óvart miðað við svona hvernig umræðan hefur verið sko neikvæð gagnvart starfslaunum listamanna að einhver könnun sem er gerð á nokkur ára fresti að sem sagt afstaða fólks til starfslauna listamanna er alltaf að verða jákvæðari og jákvæðari og það er meirihluti sem segir að þau eigi fullkomin rétt á sér. Og þetta er svona pínu andstöðu við svona hvernig umræðan hefur verið að þróast. En auðvitað er það rétt sem Skúli segir, það er oft svona þetta gripið til þess, þú veist að já, kannski þarf bara að skera niður, svona því að það eru 10 mikilvægir hlutir sem eru ættu að vera í forgangi. En ég held að innst inni vitum við að þetta er það sem gefur einmitt lífinu gildi og þetta er líka mikilvægt og það er ekki hægt að sleppa menningunni. Nei.
En sko, talandi starfslaun listamanna, því nú hefur verið mikil umræð það í þjóðfélaginu og líka þú varst að segja þetta með svona umræðan, finnst þetta mjög svona áhugavert, sko, þetta með að umræðan endurspeglar ekki alltaf sko raunmyndina, af því að ég held að sé alveg rétt, ég upplifði líka að Íslendingar eru mjög duglegir að sækja listviðburði fyrir þetta það að bara öll þessi áhugaleikhús og öll þessi þáttaka bara almennings líka í því að skapa og listir alveg ótrúlega mikil, en svo þessi umræða, þessi opinber umræða á netinu og annað, sem að oft svo neikvæð. Og ég svo ég komin úr kirkjuna, alltaf komin alls staðar að, þetta svona pínu tilfinning mér, sko, þetta svona svolítið svipað eins og með þjóðkirkjuna, sko, af því ég starfa nú þar. Það rosa neikvæð umræða, oft á netinu og í svona opinber umræða, en það ekki alveg svona upplifun manns að því að starfa í kirkjun frá degi til dags, þá finnst manni vera miklu meiri ákveðinu og fullt af fólki sem bara ofsalega þakklátt fyrir hana. En það nú önnur saga, en það bara þetta með umræðuna, ímynd, umræðu og svo raunmynd, sko. Og þú veist, ég held að já, og varðandi þetta með starfslaun listamanna, það hefur verið ofsalega neikvæð umræða það. Hægt að breyta henni með því að hafa eitthvað annað fyrirkomulag á þessu eða þetta bara gott eins og þetta í dag? Ég held að það örugglega hægt að bæta allt kerfi og ég meina og starfslaun listamanna kerfið í sambandi við úthlutun á þeim hefur verið bætt mjög mikið á síðustu árum. Það ekkert langt síðan að það voru sko bara alþingismenn sem ákváðu hvaða listamenn ætti að fá starfslaun og það var náttúrulega bara alveg út í hött. Ég held að það séu bara 20 ár síðan eða eitthvað svoleiðis sko. Og það var náttúrulega, þú veist, bara gefur náttúrulega auga leið að alþingismenn sem hafa áhuga á einhverjum, meiri áhuga á kannski allt öðrum hlutum og að þeir eru kannski ekki hæfastir til þess að úthluta listamannalaunum. Þess vegna var þetta sett í svona fagráð þar sem og það skiptir reglulega og þetta allt mjög opið ferli. Það geta allir sótt og maður þarf að gefa útskýringar á því hvað maður ætla að gera, hvernig maður ætla að verja þessum starfslaunum ef maður svo heppinn að fá þau. Af því að það í nota bene það eru bara 10-20% þeirra sem sækja sem að fá. Og margir búin að sækja mörg Já, auðvitað eru líka dæmi það. Og auðvitað má alltaf bæta kerfið. Það var eitthvað mjög skrítið að segja, við erum komin hérna með hið fullkomna kerfi. En ég held að við séum á réttri leið með þetta líka að þetta er skynsamlegt og þetta er opið og þetta virkar einmitt eins og þú nefnir allt þetta blómlega menningarlíf út allt land. Það er auðvitað að hluta til að listamannalaunum og starfslaunum að þakka. Það er engin spurning. Og hér fyrir okkur hér á þessu Akureyrarsvæði þá skiptir þetta alveg grundvallar máli að hafa líka starfandi atvinnulistamenn sem að geta fengið laun af því annars slagið að búa til list. Að það smittar út frá sér og þeir eru að vinna þá í allskyns öðrum áhugaleikfélögum, myndlistanámskeið, hljómsveitir og svo framvegis. Þannig að þetta rífur upp samfélagið og eins og Skúli sagði þá er þetta einmitt mjög mikilvægt líka fyrir það að því að fyrir kannski áður fyrir leit maður á það að maður vildi bara búa það sem maður hefði vinnu. Í dag er það ekki þannig. Fólk vill búa það sem það er eitthvað að gerast, það sem er gott að búa, það sem eru góðir skólar fyrir börnin þeirra og það sem fólk getur farið á tónleik og listsýningar. Það er ekki endilega það að maður sé alltaf á tónleikum á hverju kvöldi, en bara að hafa möguleikan á því, það eru bara lífsgæði. Og það skapar líka bara eftirsóknarverða stemningu í samfélaginu sem maður býr í. Það er líka það er bara eflir svona, hvað maður segja, svolítið mennskuna í samfélaginu og stemninguna. Skilurðu að það sé einhvers að njóta, það brauðstritið sko sé til einhvers, þú veist. En hvað segir þú, Skúli, varðandi listamannalaun? Hver er svo þín afstaða til þeirra? Mér finnst, ég fagna þessari umræðu, sko. Mér finnst að megi svo gjarnan ræða þetta. Þetta finnst mér sko umræðu hefðin á Íslandi er svolítið ennþá að læra mannasiði. Og þú veist, þetta fruss sem að kemur svolítið mikið átt í gegnum svona kommentakerfi og svona menn ég held að þurfa að vera eitthvað kannski sérstaklega þegar menn að skrifa eitthvað á netið það þurfa að vera smá tími þangað til að birtist, þú veist. Ítir og enter. Já, ítir og enter.
Svo hefur eitthvað tíma til að hætta við. Já, það verður að vera svona fítus. Ná, nei. En sko, mér finnst þetta mjög gott. Mér finnst ekkert sjálfsagt. Það eru sér listamann sem hafa einhverjum ástæðum verið svolítið í áskrift af listamannalaunum og mér finnst alveg eðlilegt einmitt að það sé gerð krafa menn skil einhverju. En á hinn bóginn þá vil ég taka dæmi hann Andra Snæ sem hefur verið talað hafi bara skrifað eina bók á 9-10 árum með eitthvað leiðis. En ég sé ekki eftir krónu af þessum öðrum sem ég hef verið að borga honum í listamannalaun af því að hann svo mikilvægur faktor í þjóðfélaginu af því að hann spyr þessar spurninga, þessara erfiðu spurninga í bara alls konar málum, sko. Svolítið spámaður? Já, hann svona spámaður í okkar samfélagi. Og það bara mjög nauðsynlegt að staldri við. Já, ég alveg sammála því og mér fannst það mjög skrítið við þessa umræðu daginn líka einhvern veginn að taka út einstakling og ég set alveg spurningamerki við það hvað búa baki því að hann náttúrulega, og nú ég bara svona mín skoðun sko, því að hann náttúrulega Andri Snær hefur verið óþægilegur, mörgum hefur fundist hann óþægilegur, hann hefur ruggað bátnum og augra valdinu og ég er svona ekkert viss að sé bara tilviljun að hann skyldi hafa verið tekin út úr þessum hópi því að hann hefur náttúrulega komið til greina kannski sem forseti hugsanlega og þá náttúrulega væri hann að ganga inn í það embætti með ákveðna afstöðu til umhverfismála sem að hafa verið umdeilt og það er ekkert víst að allir vilji það og sérstaklega ákveð völd í samfélaginu okkar sem að vilja það kannski ekki. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt, mér langar bara að segja það einhvern því við erum að tala um það, að ég er svolítið hrædd að hann hafi verið tekin út úr hópnum svolítið, það hafi ekki alveg verið tilviljun. Sko. Sumir hafa haldið að hann hafi svona laskað hans frambóðs eða hans möguleika. Sko. Ég er ekki viss með það. Nei, ég von ekki. Sko. Gæti vel trú að þetta sé bara framdráttar upp fyrir staðið. Sko. Já, að þetta var svo ómaklegt. Sko. Nú eru sko sérstakar svona mælingar á því sko hvað, að því að eins og ég segi sko þegar maður sækir starfslaun listamanna þá þarf maður að skila sem sagt áætlun og síðan þarf maður að skila sko greinagerð eftir að maður er búinn að fá þau og þeir sem að fá þau yfir sko lengri tíma, það er hámark held ég 2 ár sem ættir að fá þau í einu að þá eru alveg tímabil þarna á milli þar sem að þarf að skila svona framvinduskýrslu. Þannig að það, og ég meina Andri Snær hefur til dæmis, hann hefur auðvitað gert miklu meira heldur en að skrifa eina bók á þessum síðustu árum, sko. Margt fleira og þannig að í raun og veru er kerfið þannig að það á að vera hægt að fylgjast með og veita aðhald að fólk uppfylli þessi skilyrði sem að það leggur af stað með og enda er það líka bara sjálfsagt að það sé gert. Já. En þetta er náttúrulega svo sem ekki miklar háar upphæðir, sumar hafa hreinlega ekki eins og efni á því að fara á listamannalaun, skilur, eru kannski einhverju vinnu, langar að vinna einhverju, myndu vilja geta sækja þetta og vinna sinni list og geta einbeitt sér að því sem væri náttúrulega gróði fyrir marga, það væri eitthvað sem væri gott, að en hafa bara ekki reyðlega efnaði, þetta er náttúrulega engin peningur, svo sem. Nei, þetta eru verktakarlaun, sko, þannig að maður getur reiknað af í launatengt gjöld, getur maður reiknað einhver 30-40% af, sko. Þannig að þetta er ekki neinar háar upphæðir, en það skipta marga mjög miklu máli og ég er alveg sannfærður um það að þau gera mikið gagn. Já, og þetta er náttúrulega í heildina, í ríkisheildina eða hítina er þetta náttúrulega bara eitthvað svona klink. Já, í raun og veru er þetta algjört smottir í. Kári Stefánsson getur bara borgað þetta þessum, skilur við. Rassvasanum. Já, kannski bara nefna það við þig, Kárinu. Já, það er alveg. En svo nú ætla ég að snúa spiluna þess við, sko, og velta upp, sko, af hverju hugsanlega, hvort það sé eitthvað í fari þeirra sem að presentera list og menningu í samfélagi okkar, eða í umræðinni, eða í stemningunni kringum það sem getur gert sem getur svona orðið svaldandi að verða eitthvað svona aðgreining milli hópa sem að ég held að geti líka verið kannski einn þátturinn í því að það sprettur upp svona að mínum mati ómakleg sko gagnrýni og en svona kergja og svona eins og ég vil segja svona þetta er hnussstemningin sko hvað er þessi listamenn að gera og þú veist þeir eru aldrei dýft hendi í kalt vatn og í saltan sjó og allt þetta getur verið að þeir sem eru að vinna að þessum málum, listum og menningu, þurfi að passa það
að þröskuldurinn sé ekki of hár, að það er allir greiðan einhvern veginn aðgang að menningu og listum og við pössum okkur að þú veist að það megi allir vera og þó svo að þú kannski skiljir ekki allt sem framfer í listaheiminum að þá hafir samt aðgang á honum og megir vera með einhvern veginn. Ég stundum svona ég stundum svona velt því fyrir mér. Fattið hvað ég meina? Algjörlega, þetta er mjög góður punktur og ég held að þetta sé einmitt mjög mikilvægt að þeir sem eru svona í forsvari fyrir menningu og listir gerir sér grein fyrir því að listin er fyrir alla og að þurfi að ná til allra. Og ég segi það bara til dæmis að á listasafninu þá leggjum við mjög mikla áherslu á það að hafa fjölbreyttar sýningar sem nái til ólíkra hópa. Þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Að vera með sýningar þar sem að börn eru að sýna og listamenn, að það sé eitthvað svona þar sem að börnum finnist þau vera velkomin, það er mikilvægt, eldra fólk og allir þessir þjóðfélagshópar. Vegna þess að ég held að það sé svona eitt svona grundvallar markmiðum ætti að vera að brjóta niður þessa múra sem eru þarna á milli og ekki að vera að setja listina á einhvern veginn of háan stall. Að þetta sé bara eitthvað sem er okkur í blóð borið og eigi að vera sjálfsagt mál að heimsækja listasafn eða að fara á tónleika eða ólíkar leiksýningar eða dans eða hvað sem það er og líka að blanda þessu öllu saman sem mest. Ég held að það sé líka gott af því að fólk velur sér svona hólf til að vera í og síðan er það einhver svona þægindarammi og skrítið að fara út fyrir hann en þegar fólk gerir það þá uppgötar það ofta eitthvað nýtt og finnst það bara spennandi og hugsa bara akkur gerir ég þetta ekki oftar og maður hefur nú gott af því. Ég held að þetta sé svona mjög mikilvægt að ná til sem flestra og að flestir fái að njóta og upplifa. Og byrja á því að láta sér þykja vænt fólk og opna svo leiðina fyrir því að listin en staðan fyrir að hérna er listin og ég ætla svo kannski að láta mér þykja vænt ykkur og þá fóðu hörfi. Það er náttúrulega svo margar, listin er svo margvíslega það er til list sem er við alþýðuskap en svo er líka til list sem að er mjög tilraunakennd. Og það er kannski vitað fyrirfram að það mun bara mjög lítill kjarni að skilja út af hvað tilraunin gengur og náttúrulega eðli tilrauna er að stundum takast þær og stundum takast þær ekki en kannski tilraunin er samt alveg tilraunin er virði hann er alveg þess verð að það sé settu tíma og peningar í hana og listamenn þurfa að fá að reka sig á veggi og prófa og eitthvað átt að sjá hvað gengur og hvað gengur ekki og hvernig er þetta að þróa sig áfram og meira að segja list sem að ekki virkar hún getur verið nærandi fyrir aðra listamenn. Já, það þarf að vera til rými eða skapa rými fyrir tilraunirnar náttúrulega og alla þessa breidd. Já, auðvitað er augljóst að það er ekki allt sem að höfðar til allra. Þannig er það ekki, en einmitt, þetta er mjög mikilvægur punktur líka. Þetta skrýtna og sem að fáir hafa áhuga á, það á líka rétt á sér. Já, sjálfsögðu, Ég man bara, mér finnst þetta svo áhvert að þegar ég var krakki, þá var ég alveg uppfull af menningarhroka. Af því að þá var ég barn, af því að mér fannst bara allt sem pabba fannst gott, hvort sem það var einhverjar óperur eða eitthvað Jussi Björling eða hvað sem var að syngja og myndir og allt þetta, ég bara að því að hann var fyrirmyndi mín eða eitthvað þá bara þetta er bara allt rétt og allt flott sem að honum finnst en pældi ekkert í því sérstaklega skilur kannski hvað mér fannst gott eða hvað höfðaði til mín raunverulega en þá er líka barn en stundum sé ég að sum fólk hefur ekki alveg þroskast upp úr þessu og ég upplýði stundum að sumir bara gefa ekki hlutum séns af því þeir eru búin að skapa sér ákveðna ímynd út af við að þeim finnist bara ákveðnar óperur og ákveðin tegund af myndlist og einhverju gott og það sé svona skammarlegt að viðurkenna að þú bara kveikir á léttbílginu, þegar þú ferð í bílinn. Ég var nú svo mikill rebell, ég einmitt var á pallinu við hliðina og ég einmitt gaf ekki Jussi Björling og félögum séns af því að mamma og foreldrar mínir kunna meta hann, Það er ekki fyrir bara núna á alveg síðustu árum sem ég var Þú færði að gefa þessu aftur séns, Já.
Heyri, það var ótrúlega gaman að fá ykkur í þetta spjall, bara svona velta þessu upp og ég held að það sé líka bara einhvern veginn svo mikilvægt að við náum að tala alveg, svo ég komin aftur í kirkjuna, alveg svo við þurfum að tala kirkju og trú með eðlilegum hætti og ekki á hátíðlega, því þá upplifir fólk aðgreiningu, að þá þurfum við að halda áfram að tala list og menningu eðlilega og ekki hátíðlega og þú veist, og einhvern veginn ekki tala hámenningu og lágmenningu heldur, hvað talar þetta til þín, hvað gerir þetta fyrir þig, sko. Þannig að bara takk fyrir að hjálpa mér að spegla þetta, kæru vinir, Skúli og Hlynur og við sjáumst aftur í næstu viku og þökkum ykkur samfylgdina. Takk.